Kara, árangurinn hjá Garbaæingum væntanlega ekki það sem þið stemduð á. Þú ert valinn dugnaðarforkurinn, engu að síður ungt liðið sem fær þarna mikla eldskírn. Er bjart fyrir nýliðana svona næstu tímabil? Já. Við erum náttúrulega kannski ekki ungklöpp þar sem er í liðinu, þó séum nýliðar í úrvalsdeild og ég held að stemmingin í Stjörnunni sé bara þannig að þetta gat ekki farið mikið verr sko. Við vorum óopnað með Kana og svo náttúrulega þjálfaraskipti yfir áhrif og ég held að leiðin geti ekki farið annað en upp á við. En Garbaængar náðu langþráða markmiði, þeir komu með lið í úrvalsdeildina og það er þá væntanlega eitthvað sem þið, eins og þú segir, þið bara, leiðin liggur bara upp á við, en það virðist vera vel haldið á spilunum þarna í Ásgarði. Já, ég held að fólki sem er í kringum liðið og liðin, bæði karla og kvenna, sé bara mjög gott en þú veist eins og ég staði í viðtali, ég held við þig hérna bara í september í fyrra, þá finnst mér ansi sorglegt markmið að hugsa bara til þess að halda sér uppi og lenda jafnvel í síðasta ef ekki næst síðasta sæti og það eru bara vonbrigði og það þarf ekkert að þykjast eitthvað með það. Þú ert náttúrulega annáluð keppnismanneskja, þannig að það var svo sem viðbúið að svara þér eitthvað á þessa leið, en hvað með áframhaldið, verðurðu áfram í Garðabæ? Já, ég er á samning með svona glugga til að losa mig og ég er bara ekki búin að ákveða mig sko, hvað ég á að gera, hvort ég haldi áfram eða ég er bara svolítið óákveðin. En það er eitt þá sem þú ert væntanlega búin að gera hugðinu upp með. Hvað segirðu með þessa úrslitakeppni? Hver er að fara að klára þetta? Ég held að efstu tvö liðin séu með svolítið mikla yfirbyrði, eins og sýndist kannski sást í leiknum hann að Snæfell Grindavík, en ég held með Snæfell. Þú heldur með Snæfell, þú ert bara hrein og bein við það? Já, ég ger það. Það er vel gert. Við skulum bara vona að þetta gangi eftir hjá þér? Já, ég líka. Kara, takk kærlega fyrir. Takk.